Verið hjartanlega velkomin í Frelsi yndislegt. Ég heiti Ásdís Birna og við Guðmundur Ingi ásamt gestunum okkar ætlum í dag að fara yfir skuldamál fanga. Hvað mætti betur fara og þess áttar. Og við höfum fengið til okkar frábæra gesti eins og alltaf. Ásta Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður skuldara. Sigurður Ingi Jónasson, fyrrum fangi og garðyrkjumaður. Og Bjarki Már Magnússon, lögfræðingur og kemur til okkar frá lögfræðastoð afstöðu. Gummi, þú kannski byrjar á að segja okkur. Komið inngang skuldamál fanga. Já, við segjum stundum að þegar fangi losnar úr afplánun að þá fer hann úr einu fangilsi yfir í annað og sem sagt fer úr einu eiginlega fangilsi yfir í skuldafangilsi. Menn sem að eru í afplánun að þeir eru svona kannski með búin að vera mikla skulda óreiðu í sínu lífi árin jafnvel á undan jafnvel ekki gert skattaskýrslur í mörg ár og þetta eru kannski svona þeirra helstu áhyggjur þegar þeir fara að sjá að þeir séu að fara að losna og ég man eftir að ég var einn af þeim ég hafði ekki skilað skattaskýrslu í mörg ár áður en að ég losnaði í fyrra skiptið og þetta var áhyggjuefni og svo kemur maður út í frelsið og þá skuldar maður kannski meðlög, sektir, sakakostnað ýmislegt sem að eltir þig og síðan koma menn kannski út og vilja fara að vinna en það er tekið að þeim mjög há prósent á laununum sem sagt þegar þeir byrja að vinna og þar leiðandi eiga þær erfitt með það lífir enginn á þeim litla hlut sem er eftir í raun og veru. Þannig að ég vil meina að ástæðan fyrir því að sem sagt, menn séu halda áfram í glæpum og endurkomur í fangilsi séu vegna þess að það er ekki tekið á skuldamálunum og fjármálum bara almennt í fangilsunum og við heyrum alltaf reglulega líka og það er talað að það náist illa innheimta sektir og sakakostnað og en ég persónulega held sko að með því að við finnum einhvers konar nýtt kerfi á þessi fjármál að bæði séu kennd að menn séu læri fjármál í fangilsunum og komin síðan út og eitthvað taki við og að menn fái þá endanum fellda niður þessar skuldir að þá hagnist samfélagið töluvert meira heldur en og bara og þetta fækki í raun og veru líka glæpum og annað. Svona brýtur enda á þessa hringekju eða hvað sem er svona hringrás akkurat orðið sem ég að leita af sem að myndast oft eins og varst að segja. Ásta, þú kannski byrja bara að segja okkur svona hvað það er sem þið hafa verið að gera og geti gert til aðstoða fanga við skuldamál sín. Mér langar bara fyrst að þakka kærlega fyrir að bjóða mér í þáttinn, bara mjög ánægð með það og ég tek bara heils hugar undir það sem Guðmundur er að segja, þetta er gífurlega mikilvægt og ég vil eiginlega kannski ræða bara eitthvað fyrr, það er bara almennt fjármálalæsi á Íslandi þannig að fólk líka í erfiðri aðstöðu það sé allavega eitthvað læst á fjármál en varðandi umboðsmaður skuldara og það sem við gerum er að við erum með lögbundi úrræði sem er greiðsluaðlögun og það náttúrulega má segja að það skuldir sem við sjáum mest hjá þessum hópi eru meðlagsskuldir, það eru skattaskuldir og fésektir og sko það eru skuldir sem eru raunverulega ekki innan greiðsluaðlögunar. Lögunum var breytt bara núna, tóku gildi 1. apríl, þar sem að núna meira svigrúm þetta komist inn í greiðslu áætlanir en það er náttúrulega ekki þarna neina eftirgjöf að ræða. Það er öðruvísi með sakakostnað, hann er innan greiðsluaðlögunar en svona óháð því það sem að við erum að gera þá held ég að sé svo mikilvægt einmitt að sjá þess að hafa þessa félagslegu sýn. Þú veist, hvað viljum við að taki við, hvernig viljum við að þessar skuldir séu meðhöndlaðar og við höfum verið í stöðum sem sagt viðræðum bæði við innheimtumiðstöð sekta og sakakostnaðar og bara almennt þessi úrræði af því að við erum stundum bara mjög bjargarlaus af því að við náttúrulega erum bara að vinna eftir ákveðnu lögum, fanga leita til okkar og þá hugsa maður váka maður vildi að væri hægt að gera meira.
Síðan erum við líka með úrræði sem heitir fjárhagsaðstoð til greiðslu skiptakostnaðar og það er einmitt fyrir þá sem eru hvað verst settir og hafa ekki einu sem ráða því að borga skiptakostnað sjálfir. Að því stundum er gjaldþrot bara eina lausnin í stöðunni. En þetta er allt sem að það náttúrulega skoða. Þú veist, þetta er ákveðið skilyrði og annað, þannig að þetta þarf svona að fara í ákveðna skoðun. Og svo kannski líka sem við sjáum þetta er eins og þið þekkir náttúrulega mæta vel, mismunandi hvar fangar er stattir, þeir í afplánun, þeir á leiðinni út, hver er aldur, hverjir eru framtíðarhorfur, þannig þetta er margt svona sem að spila það inn í. Myndirðu segja að væri oft sem að væri rauninni eina lausnin að gera fólk gjaldþrota? Já, við verðum bara að horfast augu við það. Stundum er það bara eina lausnin og sérstaklega eftir að lögum var líka breytt það sem að er 2 ára fyrningafrestur eftir skiptalok, að það er bara ákveðin lausn. En hvað hefur það í för með sér? Já, það er náttúrulega ekki allt sem að fellur niður eftir gjaldþrot og það er náttúrulega að rjúfa fyrningafrest og svo ég glemdi nú kannski að nefna námslán að þau eru náttúrulega undanskilin, þau eru 10 ára fyrningafrestur. En ég held að sé bara óháð öllu því sem við erum að gera, þá þurfum við að fá svona einhverja heildarsýn á þessi mál af því að þetta eru bara aðstæður fólks mismunandi og mest eins og Guðmund var að nefna, við þurfum að horfa á þetta í svona bara samfélagslegu sjónarhornið og hvað viljum við að taki við. Þannig að ég... Hvað er þessar skuldir eins og sektor og sakarkostnaðar og meðlög, þau fyrnast ekki í gjaldþroti eða hvað? Jú, það er hérna, það er bara mismunandi fyrningafrestur og síðan náttúrulega mismunandi hvað er verið að rjúfa fyrningu, en hérna það er eitthvað, en náttúrulega gjaldþrot er skerðing á lífsgæðum líka, það er náttúrulega ýmsar dyr sem lokast við það og annað, þannig að en stundum... Er það bara eitthvað til lífstíðar þá? Nei, ég segi það nú ekki, en það er náttúrulega, nú er til dæmis eitthvað sem heitir lánshæfismat, sem er líka, er orðið svona eins og bara... Þú veist, var þetta að fá lán og líka komist inn á leigumarkað. Er það þessi flokkar A+, já. Og svo náttúrulega vanskilaskráin líka, þannig að það er svo margt sem spila þarna inn í, en auðvitað eins og með öll þau mál sem koma til okkar, þetta er náttúrulega einstaklingsmiðað, þú veist, hvar er fólk statt, hverjar eru framtíðarhorfur, þannig að þú veist, það verður að horfa á þetta í alveg heildar samhengi. En það er ekki þannig samt sem þegar einstaklingar hefja afplánun að það sé eitthvað ferli sem fer á stað að skoða skuldastöðu fanga og svoleiðis, er það nokkuð? Nei, Þeir eru ekki sækja sér sjálfur? Jú, og það er raun að við höfum verið í góðum sambandi við félagsráðgjafana, en að mínu mati er þeir bara allt og fáir hjá Fangelsismálastofnun, af því að það er gífurlega mikilvægt hlutverk sem þeir hafa gegna, einmitt bara með alls konar bara úrræði og ekki endilega eingöngu skuldamál og við höfum farið með kynningu inn í fangelsin og það komu mjög margar umsóknir í kjölfarið, en þá kannski stóðu svolítið frammi fyrir, bara hvað er hægt að gera, hvaða úrræði eru fyrir hendi í samfélaginu og það er náttúrulega að stórum hluta mitt hlutverk er einmitt að vekja athygli stjórnvalda og löggjafans á því sem betur má fara. Og ég myndi segja að þetta sem er að koma núna með breyttu lögum greiðsluaðlögunar, þá er þetta svona, þú ert þá allavega að ná einhverju svona áætlun til framtíðar, þannig að það skuldi sem eru utan greiðsluaðlögunar, það er bara skemmi ekki fyrir þér allt ferlið í raun og veru. Bjarki, hvað mál eru svona helst að koma að borða til þín í tengslu skuldamálun í lögfræðastofunni? Jú, það má í raun og veru segja að svona mín sýn hafi opnast árið 2016 fyrir þessum málaflokki því að þá komi hinga fulltrúar Rauða krossins í Noregi sem að voru þá búin í 10 ára að halda utanum svo kallað nettverk eftir sóning, einhvers konar tengslanett eftir afplánun. Þau sögðu okkur hér á kynningu hjá Rauða krossinum á Íslandi að þau hefðu fljótlega átt að segja á því að það væri ekki hægt að aðstofa neitt eftir afplánun nema að væri búið að taka til í skuldamálun. Og sýndi mér sem sagt að starf sem að þau hafðu unnið, þar að segja, voru bæði búin að vinna ítalega bæklinga heimasíðu sem er ennþá aðgengileg og heiti jeldsarbeit.no, mjög áhugaverð síða og þessu var síðan miðlað til Rauða krossins hér á landi sem að ákveður 2018 að taka upp verkefnið nettverk eftir sóning
sem að þá reyndar félagsvinir eftir afplánun. Rauði krossinn Noregi hafði reyndar sagt það strax í upphafi að þetta mætti alls ekki kalla þetta vinaprógram, því að þetta væri ekki vinaprógram, heldur væri þetta nettverk, einhvers konar tengslanett. Og það þá að hugsa út af svona jafningja? Já, einmitt, þá er sérst verið að hitta einstaklingin einu sinni í viku og jafnvel fara í banka með honum eða eitthvað sem hann þætti erfitt að gera einn. Og mér fannst það svo sorglegt af því að þarna höfðu við 10 ára reynslu og þá núna næstu í 20 ára reynslu frá Noregi og þar sem við fengu þá leiðbenningar, þetta mætti ekki vera vinaprógram og það væri ekki hægt að aðstoða neitt eftir afplánun nema að væri búið að taka þátt í skuldamálunum og Rauði krossinn tekur það síðan að sér þarna í Noregi og fer reglulega inn í fangelsinn og tekur síðan á þessum skuldamálum. Þannig að Rauði krossinn hér hann ákvaða ekki að taka þetta inn í sitt verkefni, íslenska hlutana verkefninu. Það geti ekki líka bara verið eitthvað skonar veggir sem þeir lendi á þá eða? Já, en þá allavega myndi maður vilja sjá að við myndum þá rekast á veggina þannig að við getum reynda að brjóta það niður. En síðan var komið að máli við mig þeir sem voru að fara síðan inn á meðferðarganginn á Litla-Hrauni sem að upplifðu það væri allavega ekki hægt að komast í gegnum svo kallað A-prógram öðruvísi heldur að taka til í sínu skuldamálum það byði bara upp á óheðaleika þegar út í lífið væri komið þannig að það var kannski á öðrum forsendum heldur en Rauði krossinn hafði hugsað það En það, þú talar það að bjóða upp óheðaleika að því að það svo stór prósent af laununum sem tekin Já, þannig að menn verða alltaf að fara svona neðanjarðar fara þá í svarta vinnu ef þeir alltaf komast að og sem að þýðir það að þeir vinna sér ekki inn ákveðin réttindi og svo framvegis þannig að ég var sérst beðin að stíga þar inn í og hef þá samband við umboðsmannsskuldara einmitt og þá virkar það þannig að þeir sem og þetta í raun og veru bara takmarka núna við meðfaraganginn 2 á Litla-Hrauni að einstaklingar senda mér þá umboð sem að ég síðan framsendi á starfsfólkana Ástu hjá umboðsmannsskuldara og þá tekur við cirka 5 mánaða bið þangað til að lögfræðingur hjá umboðsmannsskuldara byrjar að skoða málið. Þannig að það þá allavega búið að vera þarna tölverða tafið, það að segja Hólmsheiðarfangelsið er átt að vera gæsluvarðals og innkomu eða móttöku fangelsi þar sem allir koma þá inn nýjir en það ekki fyrir á meðferðarganginu þegar þeir eru þá búin að vera tölverða tíma og þú fer ekki beint á meðferðarganginu yfirleitt, það voru að vinna það inn að já, ég fæ símtal og sendi þá umboð sem ég framsendi síðan á umboðsmannsskuldara og þá það 5 mánuðir þangað til að við fáum mál í ferli þar. Við má aðeins það sérstakt að hafa samband í lögfræði síma afstöðu sem og þar sérstakt þetta biðjum aðstoð varðandi fjármálin og þú ert að taka við þeim símtölum og þeim að kostnaðarlausu og kannski segja símanúmer 6661211 þeir það sem í þessu vandræðu með að hafa samband og ég vil líka taka fram að öll þjónusta hjá umboðsmanni sjálfsögðu ókeypis líka akkurat. En við höfum átt mjög gott samstarf þykir mér og við ástofum hist ásamt hennar starfsfólki farið yfir svona reynsluna og þess að þar en auðvitað þetta síðan miklu dýpra eins og ég segi ég hafði þessa þekkingu frá Noregi og áttaði mig á því að það var enginn að grípa þann bolta að taka á skuldamálunum þannig
að það þýðir það að þessi verkefni sem að við erum að þrýsta á og taka þátt í og jafnvel setja upp, að þau eru síðan bara marklaus að því að það ekki farið í þennan málaflokk. En þá áttum við líka á því að við þurfum jafnvel að fara dýpra í málin, fyrr og dýpra. Þannig að þá komum við í ljós að einstaklingar, eins og þú myndist á Guðmundur, hafa ekki skilað jafnvel skattaskýrslum í mörg ár. Sem að því það líka að þeir geta ekki sótt félagslegt húsnæði og svo framvegis. Þannig að það ekki bara það sem við erum að vinna með umboðsmanni skuldara sem þá yfirleitt varandi greiðslu skiptakostnaðar, þar segja vegna gjaldþrots eða að einstaklingurinn komist í greiðsluaðlögun sem síðan allt og sett á stað. Að það bara byrja miklu fyrr og í raun og veru byrja á grunninum sem þá jafnvel bara að því að það verðist vera sem einstaklingar hafi bara breytt sængina yfir höfuðið og ekki viljað hugsa þetta og síðan eru þeir að fara að koma út og rekast á veggi og þá jafnvel bara, bara fínt að fara inn aftur, Hérna, þú náttúrulega kannski með reynslu þessu og kannski segja okkur svona smá hvernig þú sér þessa hluti. Já, mann finnst akkurat erfitt þegar maður heyrir akkurat að hérna er fólk sem að vill vel og vill koma þessum málum betur áfram en þau rekast á veggi sjálf og nú hefur maður setið á fyrirlesturum innan veggja fangelsins þar sem talaðir og í lofi vinnu eftir fangelsisvist og talað alls konar úrræði sem að hafa síðan ekkert vegið eitthvað eða virkað. Maður mást vinna eftir afplánum vera, held ég að sem var vongóðast en virkaði ekki. En það sem að gleymist þá kannski það hvar situr einstaklingurinn eftir þegar komið út. Við erum á biðlista í félagsþjónustum, við erum á biðlista á félagslegu húsnæði og það sálisti getur verið ár meira og það þá lágmarki að þú ert í einhverjum sérflokki en einstæður karlmaður á besta aldri ekkert ofalega á þeim listan hvort sem hann sé fyrir fangið ekki. Nei, en umsóknir þessari íbúður, það eitthvað sem ferli sem fer á stað eftir að afplán lýkur eða má það ég held að ég hafi verið á þessum lista í 15 ári eða eitthvað en ég var alltaf að vinna út af fangjusum. Það var þannig að þú gast ekki skráði fyrir þú losnaðir en því var breytt síðan það var mismunandi reglur eftir þjónustumiðstöðum í Reykjavík til dæmis þannig að sumir ekki en svo var þetta samræmt á einhverjum tímapunkti og við held að hafi nú verið við kvörtuðum mikið yfir þessu og það væri náttúrulega fáránlegt að menn var að byrja á byrjunarreit þegar þeir losna, þá eru þau húsnæðisleysir. Þar kemur kannski akkurat þetta að það sem maður velti fyrir sér og maður hefur oft velt fyrir sér akkur þurfti ég 5 skiptin í fangilsi til þess að átta á þessu, meir en 7,5 ári í afplánun sjálfri og einhvern veginn núna þegar ég fer að reyna að taka á mínum málum og þegar ég kem út og það eina sem að hélt utanum einhvers konar bata á minni ferli var það að meðferðarfulltrúinn á Litlarhrauni hjálpa mér að komast að búa með til mitt eigið plan að komast út. Það ekkert sem grípur þig þegar þú kemur út. Og eins og við vorum að tala um þetta, þú ferð aftast á okkur að biðlista, en hvað ef við horfum betur á hvað við erum að tala þú ert ekki bara aftast á biðlista, þú ert líka út á götunni með skuldahala á eftir, átt erfitt með að finna vinnu, heimili og þú ert með sakaskrá, þannig að og þú ert kannski meira þess að komin út á þess að vita að þú væri að fara að losna á þessum degi þess að þú eru mál í kerfinu sem að gengur ekki eftir og þannig að undirbúningurinn inni gat aldrei hafist vegna þess að þú veist kannski með mál í kerfinu. Þú ert búin að vera í 1,5 ár inni og það ennþá ekki búin að ganga frá málanuðinum sem gerir ennþá erfiðar að sækja einhverja aðstoð. Hugsaður eitthvað þessi mál meðan þú sast inni? Þegar þú varst inni, varstu þá eitthvað að plana ég þarf að fara að ganga frá fjármálunum mínu, koma þeim áður en ég kem út auðvitað ekki, áhyggjur mínar voru náttúrulega aðallega því að ég vildi fjárhagslegt öryggi því ég get unnið fyrir sjálfum mér ég hef
alla tíð unnið við alls konar vinnur, bara það sem ég hef áhuga að læra, hvort það sem að elda og annað slíkt. Ég flosnaði upp úr skóla með, ég klára 10. bekk þó ég nú mann eiginlega ekkert eftir í, en sko en það er ekki eins og sé verið að refsa þér samt sem áður þú veist, að það er hópur sem er tilbúin að vera partur af samfélaginu, vinna, fá sína tekjur. Ekki bara mér, vinnuveitandanum mínu líka. Það hefur gengið svo harkalega eftir laununum mínum, það gengið eftir því að hann verði skuldugur minna sakakostnaðar og annars líkt að minna skulda, sem að gera þetta náttúrulega orðið ennþá flóknara fyrir, ef ég myndi ekki þekkja vinnuveitanda minn vel, að þá hefði ekkert getað gengist betur eftir því. Og núna 3,5 ári frá sinni klára reynslulist og eiginlega frjáls allra minna mála, þá gengið það hart á eftir málunum mínum að ég þarf að fara á atvinnuleysisbætur til þess að stoppa þessa... Og hætt að vinna þá? Ég hætt að vinna, já. Ég tók mér bara frí frá vinnu til að reyna að skoða betur mín mál. Ég hafði samband hérna við Bjarka til að hjálpa mig með gjaldþrotsmeðferð sem ég kom síðan að seinna meira, eins og þú vorst að tala með þetta prógram innan fangelsins að hjálpa með gjaldþroti, þetta vissi ég ekki og var svo sem ekkert mikið að velta fyrir mig, mér langaði ekkert endilega bæta gjaldþroti ofan á sakaskrána mína og þetta er oft á tíum líka bara svolítið sjálfsvirðingar atriði og mér finnst það bara versta uppbyggingin sem á sér stið inni, það er engin sjálfsuppbygging, þú veist að og með hópin sem þú ert með núna í dag sem hefur kannski aldrei unnið eða aldrei búin að vera enn út úr unglega heilumölum og hvar á að byrja þar auðvitað er það, sko, mér finnst bara svo skrítið að þú sért dæmdur inn í fangelsi á þinni kennitölu nafni og þinni persónu og þú ert komin í afplánun að það sé ekki strax þá prógram tekið til þess að vinna þessum málum. Í hvers skipti sem ég fór inn og þegar ég kem út ég bara alltaf í verri og verri stöðu bæði andlega og fjárhagslega og bara samfélagslega þannig að ég skil ekki okkur ekki tekið fyrr á þessum málum þegar þú kemur inn þannig að þú getur komið inn í samfélagið aftur þegar þú kemur út sem fyrst. Ég get svarað þessu. Mér langar kannski aðeins að grípa inn í þarna varðandi bara það sem við erum að gera því að umboðsmaður skuldar fyrst og fremst þjónustustofnun og það ráðgjöf hjá okkur alla daga, það situr bara sérfræðingur við síman frá 10 til 3 og það einmitt svona kannski bara fyrsta því þetta er frumskógur og það oft bara, þú veist, fólk getur líka komið til okkar í hliðasmál og bara fengið viðtal og það einmitt bara svona fyrsta skrefið, þú veist, að því oft kannski, við segjum bara sem dæmi sakakostnað, það eftir að sækja og það kannski, að því þú nefndi 5 mánaða bið, það bara mjög mikið að gera í okkur að einmitt að nýta sér það og fá bara kannski svona það, þú veist, hvað hægt að gera eftir að maður kemur út ég veit að bara það náttúrulega hefur verið gegnum félagsráðgjafana því það hefur náttúrulega verið ákveðum annmörkum háða eiga samskipti við fanga inn í fangelsi, það verður bara mismunandi hvað þeir mega hafa samskipti stundum hafa félagsráðgjafani verið með umboð frá bara föngum en þetta rosalega mikilvægt að þetta, þú veist, eins og þú ert að fara í gegnum að þetta þú veist, maður hefur svo skilning á því, þetta kemur bara okkur vonleysi og þetta ég er búin að vera í þessum málaflokki í 20 ár, þetta ekkert einfalt og það svolítið svona löggjöfin og þetta svona, þú veist, þetta ekki alltaf sömu hendir, endar núna sýslumann á Norðurlandi vestra bæði komið með sem sagt meðlögin og sektirnar og allt, það svona mér finnst það svona ákveði jákvætt í því en ég held svona bara, þú veist, það sem að ræða, þú veist, mér finnst þetta bara að vera svona eitthvað sem að bara, það þarf að vera eitthvað svona heildarsýn og það vantar og það líka þannig að því að eins og þú segir bara sjálfsmyndin og allt, það sem hefur algjör leiðarljós hjá okkur við dæmum engan við tökum alla bara það sem og við reynum að gera allt sem við getum til að finna lausnir en oft við náttúrulega ekki endilega með lausnina. Það oft bara harðastu við sjálfan sig, þetta náttúrulega, eins og hann nefndi líka bara svona sjálfsverðing og... En þarna komum við samt alltaf inn á það sama í öllum þáttunum sem að við höfum hér, að við erum með refsistefnu á Íslandi, við erum eina á Norðurlandi með refsistefnu og þar leiðandi ekkert verið að vinna í þessum hlutum, eða svona lítið, á Norðurlöndunum þá tekið á þessum málum og það alveg strax og þú kemur jafnvel bara í gæsluvarðhaldinu að þá strax félagsráðgjafar sem koma og halda með þér fund og fari við þín mál og spurja
veist, ertu að borga leigu, ertu að borga bíl, hver eru þína skuldbindingar og meðan þú ert í gæsluvarðhaldi þá tökum við þína skuldbindingar yfir og greiðum að þeim, af því að þegar þú farið dóminn að þá náttúrulega tekur þú við aftur, en ef þú færð ekki dóm og ef þú ert saklaus inni að þá ertu ekki búin að missa allt úr höndunum veist, flestir sem hér á Íslandi eru settir í gæsluvarðhald að þeir missa ekki bara bílinn sinn eða húsnæðið, þeir missa líka fjölskyldur sínar frá sér og að því að það er allt farið Svo séu við suma sem með kannski innan eru jafnvægt að borga kannski heilmikið leigu með sambúðaraðilega eitthvað annað og svo hugsa maður líka, akkur getum við ekki að slæst á Norðurlöndunum, akkur getum við ekki bara svolítið, þú varst að lefna Noreg ég menn, akkur getum við ekki svolítið hort þangað því að mínum að þetta er bara samfélagslegt verkefni hvernig samfélag viljum við hafa og eigum við nú að eiga auðvelt með að gera þessa hluti hér á þessu litla landi en ég meina við erum bara þannig, við viljum alltaf finna upp hjólið sjálf og ekki fá aðstoð annar staðar og þess vegna eru við síðust og alltaf áratugum á eftir og við höfum ekki ennþá komið þess á stað, nú reyndar einhver vinna að fara á stað að reyna að endurskoða lögin en mér líst ekki á blikuna eins og það sem að koma í ljós núna að það er búið að lofa ákveðnum hlutum en það er svona eitthvað að vera að bakka með það þannig að kannski erum við bara ekkert að komast upp úr þessum hjólförum sko bara. Mér finnst þetta samt svo einfalt reikningsdæmi nú erum við með aðstöðnar inn á Litlahrauni til þess að kenna fólki ákveðnar vinnur það er timburdeildin, það er málminadeildin það var steypudeildin mér finnst þú skrítið að þegar ég kynnti mér vel þessum málefni þar sem ég var að undirbúa mig til að koma akkurat í podcast, það er erfitt að koma fram sem fyrir fangi og annars líkt en maður vildi hafa þetta eins málefnilegt og maður gæti og þegar maður fór að kafa þess betur í málin það var svo mikil framleiðsla inn á Litlahrauni og vinna það var, eins og ég segi, það var þannig að timburdeildin þar sem voru að gera gluggakarma og alls konar verkefni, það var verið að búa til pípulagingsfittings, númeraplötur það var verið að steypa hellur, vikusteina fyrir milliveggin í byggingar þetta er allt farið sem þýðir að menn eru annarkvæmt að flokka tölvudrasl flokka sorp í raun og veru bóna bíla og það er ekkert það er ekki verið að kenna af hverju fór þetta allt var ekki samkeppniseftirlit og annað slíkt sem kom inn í það er alls konar lög sem stangast á og meira sem var okkur meinað að tína róur fyrir bændur samt voru við bara á 400 krónum en þegar samkeppniseftirlit kom inn í það þá rukkuðu þeir eðlileg laun fyrir okkur en við fáum náttúrulega bara 400 krónur mér var alveg sama mér var fínt að fara og tína róur eitthvað stað bara mann bæta það er þannig en það var ASI sem að ætlaði að fara í baráttu sko, fyrir okkur en rann á raskati með þetta og Fangelsismálastofnun bara tók þetta bara af sem er náttúrulega hrikalega lélegt í raun og veru en ASI bakkaði síðan og hefur ekkert gert síðan hjálpa okkur sko. Það þýðir samt skilu að það situr þá með núna hópa mönnu sem unni sér það inn að fara í opið úrræði til þess eins að sitja þar annarkvort þau eru í fjarnámi ég var aldrei undirbúin fyrir fjarnámi eða vildi það það hendar líka bara ekkert öllum það hendar ekki öllum En sko, nú vitum við að menn hlaupa ekkert að því að gera sig gjaldþrota og þeir vilja ekki, það er skömm að því að vera gjaldþrota og það er svona, veist, í samfélaginu er það skömm að vera gjaldþrota, það er engin spurning og ekkert allir sem vilja það, en við höfum en við skal segja samt, ég meina við höfum rætt þetta oft og okkur finnst að það eigi bara bjóða föngum að verða gjaldþrota eftir þeir koma inn í afplánun og laga fjármálum þeirra þannig að þegar þeir koma út í samfélagið aftur að þá er gjaldþroti finn, það er fjármálum komin í lag, þeir geta byrjað sitt líf aftur og það sé byrjunin að því við vitum að það breytist ekkert nema fjármálum séu í lagi og veist, það er okkar skoðun þannig að sko menn eins og segir þetta er líka þá ákveðin refsing þannig að menn eru ekkert endur að sleppa frá hlutunum. Og þar kemur okkur inn að kannski punktir sem þegar maður, ef fólk sem kannski veit ekkert endilega mikið um hennar málaflokk það hugsa náttúrulega, þeir eru bara að taka út sín dóm og þetta er refsing og þeir verða bara að sitja og hugsa sín gang. Ég er alveg sammála því, auðvitað viltu að maður sem olli þér tjóni eða líkamlegu tjóni, hann taki út refsingu en viltu fá sama einstaklingu út eða verri eða viltu virkilega fá betri einstaklingu út og
ef þetta bara einfaldi reikningsdæmi sem ég skil ekki hvernig getur verið svona flókið, að viltu ekki frekar að einstaklingur koma inn í samfélagið á kannski reynslulausna tíma borgi eitthvað af þessum sektum og ef hann hefur sannað sig á þessum tíma og þetta sé afskrifað. Ég skil ekki, einhvað af þessum sakakostnum virkilega að koma inn í kassan aftur? Ég held að sé ekki mikla heimtur. Nei, því að hvað var 90% endur komu fanga og seinustu tölur sem var talað þá gleymt að reikna með öllum útlendingunum sem eru sendir úr landi og þeir sem dóur overdósum. En sko, samt þetta eini kröfuhafinn á landinu sem getur hótaðir innlögn í fangilsi ef þú greiðir ekki og þeir gera það hygglust en þeir gera það og sérstaklega það eitthvað átak núna í gangi sko, þannig að þeir eru að hóta mönnum að þeir séu settir inn. Við fóum mikið að símtölum mitt varandi það og þá verðist að vera eftir að skýrsla Ríkisendurskoðunar var birt að þá var verið að gagnrýna það að Fangelsismálastofnun var ekki að sinna því hlutverki að kalla fólk inn í vararefsingu, þannig að það verðist hafa verið sendt út og suður sem sagt bréfum það að menn eruðu boðaðir inn í vararefsingu þó svo að við vitum það að biðlistarnir séu svo langir að það ekki mögulegt talandi akkurat það að ég komin akkurat meira en 5 ár edrú, búin að vera þá 3,5 ár frá því síðan ég klára afplánun, held ég sem frjáls allra málar, þar átt verið að segja verið að gangi launin mín á fullu og ég í slæmri skuldastöðu þannig séð, þá kemur akkurat frá ákvörðunum afplánun vararefsingar, þetta bara það sem ég fæ beint inn rétt fyrir jól, að sekt alls 60.000 krónur, ekki meira en það og minna, og ég á að fara í 6 daga inn í fangelsi, sko, ég veit ekki fyrir hvern væri þetta ekki áfall, bara sem nánast þyrfti sérfræðing til að vinna með. En má ég spyrja, hafðu þið samband við innheimtu? Auðvitað hafði ég samband strax við innheimtuna og þeir segja að þú eru bara semjum þetta, ég segi ég er í gjaldþroti núna, verður þá allar refsingar teknir úr gjaldþroti, ég þurfti þá að kynna mér það vel og ég hringi þá akkurat í Bjarka líka til þess að gangur skuggum að ef ég greiði þessa sekt er þá verið að fara að draga allar aðrar sektir út eða það þarf að vera fyrirvara á öllu. Svo erum við að tala 60.000 er svona 60.000 2 búðaferðir fyrir 3-4 manna fyrir. Líka vararefsing upp á alls 6 daga. Hvað kostar að hafa mig í fangelsi í 6 daga fyrir 60? Hverjum hagnaðist það? Þess að á þessum tíma var ég að hugsa, ég fer bara inn, ég fæ 6 daga til að slaka á og hætta að vinna baki brotni til þess að fá 1/3 á laununum mínum. Þannig að mér fannst þetta mjög... En þessar sko hótanir sýslumanns eru innan tómar. Þeir eru að senda þetta út án samráðs við Fangelsismálastofnun og ef að menn mæta síðan á þessu dögum, þeir geta ekki tekið við það. Þeir geta ekki tekið það er bara fullt fangelsi. En þar komum við inn á þegar við erum búin að tala mjög formlega og fallega um hluti sem tengjast eðlilegu líferni, skuldastöðum og annað slíkt. Það er ekki það sem ég var að koma úr. Það sem það gleymis kannski er að hvaða einstaklinga erum við að tala um hérna. Þannig að ég var að koma úr svo mikilvæg rugli og að það er eiginlega ekkert, ég held að fólk geti aldrei sett sig almennilega í þá stöðu. Það eru áfallastreituraskanir sem er að éta menn upp í nokkur ár eftir að klára. Ég var búin að vera meira en 2 ár edrú, komin í mína eigin íbúð og ég fekk kvíðatilfinningu yfir því að það væri allt í lagi. Það var ekki stólinn bíll í götunni, það var ekki einhver að deginn á baðherbyggi, Kalli Kúben var ekki á eftir mér og á ég að fara að labba inn og tala um fund við skuldara, ég er ennþá að reyna að læra að gera skattaskýrslum mínu, ég kann það ekki ennþá. Þetta er náttúrulega stór, sko, hjá okkur til dæmis, þetta er fólk með mikla áfallasögu sem að er einmitt að koma til okkar og við erum að aðstofa fólk eins og við mögulega getum, en ég skil alveg hvort að fara því að auðvitað þú hefur örugglega kannski lífsreynslu sem að bara maður hefur gefið svona hugmyndaflug í, skilurðu, bara en ég samt hvet bara alla til að leita sér samt aðstofar og eins og til dæmis til að koma til okkar og fá allavega svona fyrstu aðstoð og svona hvaða úrræði eru í kerfuna því við erum alltaf sérfræðingar í því og svona hvað er hægt að gera til að styrkja fólk áfram í svona fullkomnum heimi, hvernig myndir þá segja hvernig myndir þú vilja hafa þetta meira svona samspil á milli ráðuneyta, hvernig sæir fyrir þér svona?
Ég held nú náttúrulega í fyrsta leið vantar stefnu, það vantar náttúrulega bara hvernig erum við að fara með þetta og hvað, þú veist, sem líka flókið, þú veist, erum við það bara að taka alltaf hvert einasta mál fyrir sig eða eigum við að hafa eitthvað svona stefnumarkandi, þú veist, og mist vantar líka kannski þess að félagslegu sýn inn í málin og reyndar varandi okkar vinna, það var mikið traust á okkur bara við sem að greina málin, þú veist, af hverju á þess að fá þessi úrlausn en annar ekki eða eitthvað svo leis. En í draumastaðan finnst mér bara það sem eins og þú veist að nefna að þú veist, við tökum bara manneskilega á móti föngum sem að koma út og við sem ekki að leggja bara eitthvað skuldaklafa en á sama tíma þarf þetta líka að vera eitthvað skynsemi, þetta verður að vera eitthvað regluverk en minnst vantar kannski eins og þú varst að segja að Fangelsismálastofnun og innheimtuaðilar þess ekki að tala saman og veist, þá er eitthvað mikið að sko, þannig að En síðan þó að skal segja aðstoð eftir afplánun verkefni Rauða krossins sé ekki að vinna í fjármálum fanga að þá bjóða samt upp á að vera svona brú á milli sem sagt að fylgja mönnum yfir til stofnana eins og ykkar og við gerum það sjálfsögðu líka að reynum að tengja fólk og jafnvel fara með þeim og við höfum alveg gert það þannig að það er að því að þeir sem hafa verið í afplánun að þeir eiga erfitt með að fara inn á stofnanir þeir vilja það helst ekki og treysta sér ekki til þess og við erum svona kannski meiri því að gera það ekki endilega fyrir þau allt saman þó að við höfum og Bjarki og það gengi alveg langt í því að eins langt og við getum og þá erum við að reyna að hjálpa þeim líka að gera hlutina sjálfa. Mér finnst það bara æðislegt framtak og ég hef leitað mikið til ykkar en eins og segir aðstoð eftir afplánun. Mér finnst það of seint. Eftir afplánun og þá gleymum við alltaf, við erum að tala einstakling sem komin út á götuna, á biðlistum það að seinasta sem hann að fara að hugsa að fara að hjálpa, hann verður gramur vonlaus, hann fer bara aftur í neyslu. Það þyrfti að byggja bara ef það byggður góður grunnur meðan einstaklingurinn ennþá að afplána dóminn að þá snillt að hafa þann aðalega til þess að aðstoða svo eftir afplánuna. Eins og einhver á vegum umboðsmann skuldara. Þú veist það fæssu félagsfræðingar umboðsmaður skuldara og þetta hljómar alltaf eins og þetta ætti að vera til staðar. Það er læknir, sálfræðingur, umboðsmaður skuldara og þetta eru málefni sem að sitja á öllum einstaklingum. Ég get sagt, á Norðurlöndunum eru til ákveðin svona prógram sem að fangar eða aðrir sem að vilja lifa lífi án glæpa geta skráð sig í og tekið þátt í og það á vegum ýmissa aðila, það á vegum félagasamtaka, lögreglu, fangelsivalda, það heitir Exit program og það svona óformleg nefnd á störfum hér í dag sem að koma að óbúslega margar stofnanir og ríkislögreglustjóri, Fangelsismálastofnun, Reykjavíkurborg, endalausir aðilar og við erum þar á meðal að reyna að átta okkur á þessu prógrami og hvernig við getum innleitt það hér. Og ein af þeim hugmyndum sem að ég hef verið með og ekkert endilega komið til tals ennþá í þessum hópi svo að ef menn skrá sig í þetta prógram inn í afplánunni og þeir uppfylla skilyrði og bara samningin sem gerður að þá fá þeir á einhverju tímapunkti niðurfellingu á þessum skuldum og sektum og barnameðlum og öllu skilyrði að það sé bara tekið þannig inn, en þú ert þá líka að uppfylla að þú ert að lifa lífi án glæpa, skilur. Þannig að mér finnst þetta mjög svona góð hugmynd, mér persónulega, þá að ég alveg eftir að útfæra þetta og kynna þetta á einhvern hátt. En ég sé fyrir mér að þetta sé eitthvað sem að myndi ganga upp og væri sem sagt hagnaður fyrir alla, samfélagi líka. En ég held að þetta verður að taka til fleiri, þetta verður að taka til, nú erum við bara að tala að við séum að fá símtöl frá þeir sem eru meðferðarganginum á Litla-Hrauni. Þannig þú að tala þá sem að taka þátt í ákveðnu prógrami og hvað reynda að benda á það þegar við fórum saman til Finnlands í síðasta mánuði að slíkt gulrótarkerfi gæti verið líka eilítið öfugsnúið, þar að segja að menn verið þá að fara inn í slíkt prógram á röngum forsendum. Mér finnst bara svo mikilvægt að við aðstoðum alla sem eru að koma inn
þetta sé hluti af einhvers konar meðferðar og vistunar áætlun sem að fer í gang strax í upphafi, sem að reyndar gerir ekki neitt, gerir það ekki sko því að hérna það var náttúrulega fellt úr lögum bara síðast hérna við endurskoðun á lögum fullnustu refsinga, og síðan ekki allir sem átta sig á þessu sem að Sigurður var að tala sem að einmitt að tíminn skipti máli, að þetta sé gert í upphafi, að það sé ekki sko kynning einu svona ári og eða þá að það sé ekki fyrir að einstaklingurinn komin á meðferðargangin eða hvað það sko. Það hérna tímafaktorinn skipti svo svakalega miklu máli. Eitt varandi það sem að Guðmundur Ingi var að tala að helsæja fyrir sér að það færi þá bara allir í sjálfvægt í gjaldþrot í upphafi sko. Þið hafið náttúrulega hjá umboðsmanni skuldara fleiri úrræði sem þá reynda sérstaklega sko þá greiðslaskipti kostnaði sem þá gjaldþrot og síðan þá greiðslu aðlögun. En ég bara velta fyrir mér, væri ekki mögulegt að það væri eitthvað svona fleiri úrræði þó þetta sé sko raunveruleikin í dag sko. Algjörlega. Hvort að það væri eitthvað annað sem að við sagðum fyrir okkur. Já, þú meina þá sérstaklega varðandi fanga. Já. Það kannski svolítið erfitt að segja til það af því að þetta er náttúrulega bara málin eru mismunandi eins og þú þekkir líka vel. En mér finnst þetta sem þú ert að nefna, mér finnst svona eitthvað úrræði sem að þannig eru margir aðilar að skoða þetta og mér finnst líka eins og þú nefnir að það er alltaf, sem það verið að finna ykkur úrræði, það er alltaf að segja einhver að svíkja eða að segja ykkur svona, en við megum aldrei horfa á það þannig að þetta er alltaf, ef þú vilt fara eitthvað gegn kerfinu, þá getur það alveg, sko. Það er með það sem ég ætla að segja. Já, ég er að segja það, en við megum ekki, við verðum að byggja upp úrræði og annað að við erum að hjálpa fólki og ég með það er alltaf einhverju svartu sögðir. Akkurat. En eitthvað svona sem að einmitt er svona og hefur ákveðin hvata, þú veist, það verðum eitthvað hvati líka að þú viljir lifa, þú kemur út úr fangelsi og þú vilt ekki, eins og þú var svolítið að nefna, bara fara inn aftur að því að heimurinn að núti er alveg hræðilegur og þú bara vilt fara í neyslu aftur og inn aftur og það er náttúrulega, það viljum við ekki sem samfélag. Þannig að með svona verkefni, eitthvað sem er líka svolítið þvert á og þetta er fangelsismálastofnun, mjög stór liður þarna og kannski ég kem aftur á því að mér finnst persónulega að vera meiri félagságjöf. Nú veit ekki hvað eru margir sálfræðingar og svo náttúrulega Já, mér finnst þetta eitthvað svo, þetta er eitthvað sem að ég skil ekki akkur er ekki meira. Það er nú reynda fleiri sálfræðingar. Þau eru orðin 3 og 3 held ég, 3 félagságjafar og 2 hálfstöðu getið sálfræðingar. En auðvitað ætti bara að vera jafnvel, þú veist, bara iðjufjallar og allt, sko, þú veist, það bara ætti að vera bara ótrúlega stórt heimi. Ég veit þetta svona lifi ykkur svona drauma heimi að útskýra sig hugmynd, en það þyrfti bara að vera bara þvílíkur hópur á fólki sem að aðstoða hvort annað við að byggja upp einstaklingar sem vilja það. Sko okkar hópur er náttúrulega alls konar og þess vegna þyrftu fleiri félagsamtök að koma að þessu. Við erum ekkit bara fangar, við erum með fólk með þroskaskerðingar sem að líka einstaklingar sem ættu bara þroskaþjálfar og gamla og samkynhneigða og þannig að við erum bara öll flóran, fatlaðir þannig að þessi samtök getur öll komið saman að vinna í þessum málum, ég meina en þeir hafa bara ekki verið að gera, það er allir einhvern veginn að keppa út í sínu horni. En það er bara einhvern veginn öll samtök sem snúa að því að vinna með fólki ættu líka að vinna með því fólki sem er að afplána dóm. Það er bara einstaklingar eins og eru út í samfélaginu. Það er bara svona með manni finnst skrítnast við aðgerðaleysið í þessum málum er að sko við erum að horfa á veikasta hópinn í samfélaginu sem er að kosta okkur stórfenglegan pening. Ég held að dánarhlutfall á fíknar sjúkdómunum er mjög hátt og er kannski sko á pari við hvaða sjúkdóma hérna innanlands eru við að díla við sama dauðarhlutfall, sama kostnað á samfélaginu, sama meini í samfélaginu og nú var maður partur af því meini og finnst bara svo skrítið að það sé ekki að gefa út þetta einfalda reiknistæmi með að eyða smá peningum núna í meiri umgjörð innan fangelsins, félagsfræðinga sem er ekki með eitthvað veggi til að rekast á. Nú ættu þeir að vera komið lengri reynslu því að vita hvaða réttindi er hægt að sækja núna strax.
og af hverju ekki búið að lyfta þessum veggjum. Mér finnst ég alltaf verið að tala í hringi þetta og horfa upp á þetta ár eftir ár eftir ár. Og þess vegna, nú erum við að tala bara skuldamálin. Geggjaða punktur að byrja á. Að þetta sett samt og tala að reyna að koma mönnum inn í eitthvað prógram eða þeir sækja það. Þetta ætti náttúrulega bara að vera svo lifandi vísindi. Þú færið áskriftina og þú þarft að fara og kansa henni. Ég satt upp með örugglega 1 milljón króna skuldi í lifandi vísindi þegar ég kom út. Ég sótti aldrei það. En það er bara það er svo erfitt ofta meiri þess að fyrir mig sjálfan í dag að setja mig í spor þeirra fanga sem eru inni núna, nema ég veit alveg að upp að því marki að þú ert ekkert að hugsa út í þessi málefni svona djúpt inni, þú ert með aðalákjörnur, ég þarf að fá íbúð, ég þarf að fá vinnu, það þarf að klára málefni, þú ert inni í algjöru stefnuleysi, það er ekkert að gerast þannig inni, ég skil ekki akkurat, þessi tíma er akkurat ekki eitt í einhvers konar uppbyggingu sem ofta að nýtast þér og kemur út og eins og við erum að tala auðvitað er það æðislega framtök og allt það að þú getur labbað inn á stofnanir þegar þú losnar en þú lendir þar á veggjum ríku þú ert kannski á reynslulausn ennþá þannig að þú tæknilega sért ekki búin að uppfylla dóminn þannig að þú getur ekki sótt ákveðna hluti og hvað er að gera þá? Þú ert ennþá á götunni það er svona finnst mér finnst eins og akkurat það sé akkurat þarna rofa á milli að þegar þú kemur út að vinna í málunum það er of seint Áhugavert að það er náttúrulega mjög mikið leita til okkar í afstöðu sem er sko sjálfboðasamtök allt unnið í sjálfboðavinu en og á hverju ég sko sé að milliliðurinn sko við umboðsmann skuldara ég veit að sko topp fólk sem er að vinna þarna sem ég er miklu samskipti við sko en það er eins og Sigurður að segja það er einstaklingar sem eru síðan komnir inn þeir eru með eitthvað stofnanafælni en treystu okkur og við sjáum það líka með sko félagsáðgjafan sem er hjá okkur í sjálfsboðastarfi líka að þar er verið að leita ráðgjafar sem þá millilið í sveitafélögin og enda nefndur það Guðmundur með þá sem eru settir í gæsluvarðhald saklaus sekt sönnuð að við erum að upplifa það að slíkir einstaklingar eru að koma án húsnæðis eftir að hafa settið í gæsluvarðhaldi án vinnu, búin að missa vinnuna sko að því að þeir voru settir í gæsluvarðhald það er ekki búin að dæma á sko og eru búin að missa fótana þar meðan að eins og þú varst að útskýra á Norðurlöndunum að þá er þetta akkurat unnið öfugt þar að segja það kemur sérstaklega inn félagsráðgjafi til þess að tryggja það að einstaklingurum missi ekki fótana. Hér virðist það vera sko einhvers konar tilgangur með því að setja einstaklinga í gæsluvarðhald að það er ekki einu sinni að fara með það sko í ákærumeðferð að einstaklingur bara missi fótana. Það er hræðilegt. Við talum sérstaklega í tilfelli fanga að það þarf ekki nema eitt símtal í fangelsismálastofnun og þá getur verið sviptundið í fótunum. Jú. Það hefur gerst í heimilisrifrildum bara þegar annar aðilinn var reiður og nú var akkurat eitt atrið að gerast þarna inni núna þar sem maður vonlausri stöðu lendir akkurat í því að vera í einhvers konar heimilisrifrildum og hvað gerist. Nú var hann farin frá okkur. Mér finnst það svo sorglegt að þessi staðrind hefur verið lifa með okkur svo lengi í raun og veru að þegar hún kemur út, þá er þetta ekki bara að þú sért einstaklingur að reyna að koma undir því fótunum í samfélaginu, þú þarft líka ná að byggja upp einhvers konar traust gagnvart samfélaginu. Ég hef heyrt mennin á vendinni sem að fara að vinna hjá öðrum einstaklingum sem að neita svo að borga þeim laun eða segja þeir voru fjandsamlegir í garð minn, ég er hræddur líf mitt og það er nótilega hendur aftur inn og þeir fengu aldrei launin sín. Það er fáránlegustu atriði hafa komið upp sem að grafa svolítið mikið undan þegar við tölum sjálfsverðingu og feta sig út þannig þótt það sé kannski komið út fyrir efnið samt ekki það svona hangir allt saman þetta hangir akkurat svo kannski svolítið saman en mér finnst akkurat gott að við sem loksins að vekja eitthvað sér athygli á þessu núna og það vonar maður akkurat að fólk hlusti á þetta þannig að vill maður ekki fórnalamb endilega það hafa komið sér í þessi mál en manni finnst óþarflega erfitt að klóra sér upp úr þessu. Að þú ætti ekki bara að geta labbað að því
það væri svona sjálfsögðu að geta bara komið sem eðlilegur samfélagsþegni unnið, fengið þíðan tekjur og lifa lífinu. Akkurát, við myndum hagnast svo vel á því, eins og ég var að reyna að tala það hlýtur að vera einfalt reikningsdæmi með einstakling sem kemur inn og út úr fangi sem að fóta þessi aldrei í samfélaginu og eins og tala með gulrótarkerfið og við tölum alltaf ofta að vera með okkur við Norðurlönd og löndin í kring. Við þurfum ekki svona búa til stefnuna, hún til sko. Við hjá Afstöðu fórum í heimsókn í fangilsi í Finnlandi og vorum svona að skoða þessi úrræði sem þau eru með, bæði fangilsi, opin og lokuð og síðan önnur úrræði sem taka við þegar þú kemur út og við sáum að þar var mikið lagt upp að menn læri eitthvað í fangilsunum og verknám og verða að vinna og fari bara út. Það helst á enginn að vera inn í fangilsun á daginn, þess að í opnum fangilsun ég bara að fara út að vinna og sinna sínum málum sjálfur, fara sjálfur í klippingu eða til læknis og vinna vinnu úti og við höfum nú rætt oft hér að ef að þetta er aukið hér í opnum fangilsun að menn færi út að vinna og myndu þá jafnvel vera á markaðslaunum, þeir myndu borga jafnvel smá húsalegu jafnvel og fæði sitt sjálfur í áplánni. Þeir getur borga sektor og sakakostnaði eftir einhverju plani ef þeir fá markaðslaun. Ég meina það bara svona breyting það er ódýrar að reka fangilsin sakakostnaður og sektir fást greiddar og barnamæli og fleira og manneskjan öðlast náttúrulega reynslu og þekkingu og kemur út aftur og borgar skatta. En þú varst að tala áðan að fengur svona í kringu 400 krónur, hvað er þá restin, hvert fyrir restin það var að tala að var svona 2000 krónur á tíman sem að þið fengur svo bara 400 krónur. Ég man ekki alveg. Nei, þú veist, bara svona, en það er bara eitthvað hluti, skilur. En það er fangalaun sem það er borgað inn í fangi sem það vinna þar, en við erum náttúrulega ekki að tala svoleiðis. En til dæmis, ef við myndum fara út úr, þá farðu bara markaðslaun, fangilsunum. Já, þá farðu bara venjulega laun. Þó svo sértu sittinni. Já, Já, þarna úti. Nei, hérna líka, hérna líka. Já, þess að þeir sem að fengju þó að vinna fyrir utan sem er nú ekki mikið. Hverjir hafa fengið að vinna fyrir utan fangilsi? Fegst þú? En mér er forvitað að vita ef við erum að horfa á Finnland. Hvernig var svona sálrætt stuðningur og svoleiðis inn í fangilsunum þar? Félagsráðgjafar og... Það er bara alllagt upp úr mannlegri virðingu, mannréttindum, aðstoða einstaklingin, allir komið sem best undirbúinir út í lífið aftur og en ég meina auðvitað eru vandamál í öllum löndum og mismunandi hvað kostir og gallar en það er engin biðlistar í fangilsin til dæmis þar í Finnlandi en hérna eru maður hefur alveg séð að einstaklingar með þetta eru kannski bara komnir út í lífið, kannski búin að eignast börn og annað, svo allt í nefið að fara að afplána dóm sem að bara rétt áður að fyrnist svo það sé allar þetta refsónum. Það er náttúrulega bara margföld refsingir með við upprunalegan dóm. Þarna komum við aftur inn á hvað ert þú að fara að skipuleggja á þeim tíma þú ert að bíða eftir að fara í fangelsi. Ekki mikið, þú ert ekki að fara að fjárfesta í eign, þú ert ekki að fara að kaupa refsingir byrjuð bara frá því að fara í dóminn. Það er svolítið þannig og líka þessi stefna innan fangelsisins er að þú kemur inn og að þú ert með mál í kerfinu þá getur þú verið að bíða í ár 2 eftir að fá niðurstöðu í dóminum í þar að þessu segja ekki flýtt svolítið áfram í mínu tilfelli var ég að bíða í 1,5 ár eftir því að fá eitthvað akstur eitthvað mjög einfalt dæmi sem ég þurfti ekki einu svona að mæti í dómin fyrir en ég þurfti að bíða í 1,5 ár sem þýðir að ég er ævilangt sviftur frá 1,5 ári eftir ég fór inn í fangelsi þannig að núna þegar ég er komin út þar ég að bíða í 1,5 ári viðbót eftir að hoppa í ökuskírteini aftur á mann líka, svolítið meira. Afstöðu síminn sem er svona lögfræði aðstóðar sími 666-1211 hvað er ekki hvað er meira en fjármál sem koma þar inn? Það er reyndar verið mjög mikið einmitt varandi þessar boðanir í vararefsingu núna. Það eru ættingjar sem eru að hringja
það virðist vera sem að það sé verið að senda núna, eins og Sigurður segir, á rétt áður en að einhverja vararefsingar fyrnast og þetta veldur fólki aðstandendum miklum áhyggjum. Þannig að það mikið að vera að hringja svoleiðis af hálfu aðstandenda. Nú síðan alltaf verið að hringja mikið úr fangelsonum. Þar eru einstaklingar sem að annars vegar ná ekki sambandi við lögmenn sína. Það er að segja þegar að málarekstur fyrir dómstólum er búinn og þeir þá búin að fá tildæmdan lögmannsþóknun, þá hætta þeir að svara símanum. En þá eru sem sagt stjórnsýslumál sem að hvíla á einstaklingum sem í fangelsi, en það er engin lögmaður sem fær greiddur fyrir að reka mál á stjórnsýslustigi og þá, eins og sé, hætta þeir að hafa samband. Við reynum þá annars vegar að þrýsta á lögmennina að sinna sínum skjólstæðingum þangað til að fara með þeim þessa vegferð sem að þeir byrjuðu þá allavega á. En það er oft og tíðum ekki verið að sinna því og við reynum þá að vera einstaklingum innan handar. Það sér það hver maður að þegar ég að tala til að mynda mál á stjórnsýslustigi, að þá verið að tala þar meðal refsingar, þar að segja, það er búið að dæma einstaklingin í fangelsi en síðan heldur halda fangelsiyfirvöld áfram að refsunum og hvernig á maður að bera hönd yfir höfuð sér þegar það er búið að loka hann inn í einangrunarklefa og sagt að hann geti kært á ákvörðun. Hvernig á hann að snúa sér því? Lögmaðurinn, hann svarar ekki. Sem betur fyrir fá einstaklingarnir að hringja í lögfræðing afstöðu og bera upp erindi sitt. Og nú þá geti ég annarkvort reynt að hafa samband við lögmann viðkomandi eða reynilega þurft að ganga í máli sjálfur. Þannig að það er náttúrulega algjörlega óþolandi aðstæða líka að það sé hægt að loka einstakling inni í einangrunarklefa og hann geti ekki borið höndi yfir höfuð sér með nokkrum hætti, hvorki gert málið nýja já. Það er mjög sérkennilegt. Hvað er Sigurður, hvernig myndið þú vilja fá breytt í draumaheimi? Í draumaheimi. Fangelskerfi sem rekja svolítið eins og lifandi vísindi. Þetta sé ekki svona flókið. Það er eins og þú talar það er ekki ákveðin stefna fyrir þennan hóp. Það er stefna, það er refsistefna. Maðurinn er búinn að fara í dóm. Það er alveg á svört og hvítu hver einstaklingurinn er, kennitalan, allar upplýsingar sem þú til þarf. Að þessi einstaklingur sé ekki strax komin þá inn í þann hópa mönnu sem er í afplánun og hægt segja að hann sé þá komin inn í batteri þar sem að viðverandi stofnanir þurfa að hafa samband og eins og ég bara nefna. Það þarf ekki nema manneskja á vegum umboðsmann skuldara innan stofnunarinnar. Að félagsfræðingar 2 eða 3 eiga að sinna málefnum 120 manns og að það að sinna öllum hliðum mála er bara vitleysa. Þetta eru félagsmálafræðingar, þeir eru aðalega að útvegar félagsbótum, félagslegu húsnæði og kannski að aðstoða að leita í ákveðnar áttir. En þau sjálf rekast á veggi með bara sínmál. Þau fara að sinna verkefni lögboðsmanns skuldara og þau að sinna sálfræði meðferðinni líka. Ég veit að margir fóru til félagsfræðingarna í viðtalvegna að það voru of langur biðlisti í einhvern annan. Ekki gleyma helsta hlutverki félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun sem er skilorðseftirlit. Já, akkurat. Og það er það sem eru aðalega að sinna og þannig að þeir sem að halda að þeir sé að sinna félagsráðgjöf, það er mjög takmörkuð leyti. Það er náttúrulega bara sorglega fyndin punktur er að maður hefur heyrt félagsmála að seinasta fundi sem satt inn á Litlahrauni var verið að tala að
það var komið eitthvað svona línuritt og þá var verið að klappa sér á baki fangelsismálastofnun og annað slíkt með velunni starfa, nú væri bara 70% endurkomu fanga. Og ég og vinur minn sátum og horfðum á það og hristum vel hausinn, bara 70% endurkomu, nú sátum við tveirarninni, við hefum þá ekki partur af þessari minkun endurkomu fanga, en við fórum bara að telja það saman í hugunum. Og við nefndum held í 25 einstaklingar sem voru nú bara dauðir. Og enginn vissi að þeir væru dauðir. Og það engin eftirfylgni frá fangelsismálayfirvöldum. Það minkandi endurkomutíðinni. Það alveg þetta að deyja fljótlega. Að því að Sigurður búin að segja í öðru hverju orði félagsfræðingur, þá vil ég taka fram að hann að meina félagsráðgjafa. Já, því að þú ert að læra slíkt. Þú ert að læra slíkt. Það alveg á reyna. Já, en skal ég segja að þeir sé að sinna 120 manns, það tala sem er mjög lág vegna þess að þeir sinna öllum sem búnir að fá dóma, öllum sem áplánun og þeir sem á skilorði og þeir sem á öklabandi og alls konar, þannig að þetta meira kannski svona 600 eða eitthvað svo leiðis, þannig að þetta rosalega fáir starfsmenn á óbúrslega stórum hóp sem að auðvitað ráða enga megin við, sko. Þannig að en sko, við í tengslum við þetta sem að prógram sem við varum að tala um áðan, að þá höfum við haft og við höfum rætt mikið hjá afstöðu ákveðna hugmynd og það einmitt svo að stjórnvöld skili okkur húsnæðun okkar á Skólavörðustíg 9 hegningarhúsinu og láti okkur fangana hafa það tilbaka og og fallegt hús en þeir verða að klára að gera það upp fyrst en það ekki búið skila því í góðu ásigkomulegi sama og þeir fengu það en málið þar gætu við verið með miðstöð þar sem allir sem koma á málaflóknum eru þar að segja, sko, það getur verið lögreglan, það getur verið fangaverðir, fangelsismálastofnun, afstaða, Rauði krossin, umboðsmaður, umboðsmaður Hvað þú hafa allt þetta fólk? Já, nei, ég meina, þetta nógplás þarna og fólk getur lappað inn að götur, þó að sé ekki allir með fastan viðurtíma stöðu, þannig að það var hægt að vera með á þriðjudögum þessir og eitthvað svona og þannig bara getur fólk bara komið og fengið heildræna svona aðstáð bara öllu sem að snertir fangavist og ráðleggingar og aðstandendur líka. Já, aðstandendur líka. Þetta bara mjög mikilvægt og ég legg áherslu í þessu viðtali að við fáum Skólavörðustíg í þetta verkefni og Hvernig hefur verið tekið þessar hugmyndir? Nei, við höfum svo sem bara, ef við ekki rætt þetta innan stjórnsýslunnar, en ég nú að leið á fundi í þessu mánuði þar sem ég ætlaði að bera upp þessa ósk og þannig að Það var mjög góð hugmynd. Já, ég held að sé mikilvægt að við fáum þetta húsnað undir þetta, annars opnar bara einhver bar og við þurfum nú ekki annan slíkan, sko, þannig að Það myndi halda svona sögu húsins gangandi smá. Algjörlega. Og líka kannski leysa þetta eins og þið voru að nefna að sem hræðsla við stofnanir og ég vil endum ofta því að fólk sem kemur til okkar segir já, það nú bara allt í lagi að koma hingað og þið eru ekkert með horn og hala, sko. Og þetta líka bara svona, maður skilur það sjálfur en við hefum lagt mikla áherslu að hafa þetta svona heimilislegt og ég nefndi á þann að þú veist, við dæmum engan sem kemur til okkar leggur mikla áherslu á góð samskipti og taka vel á móti fólki. En eitt sem ég vildi spyrja áður fyrir, ég veit ekki hvort það sé ennþá, það var þannig að ef að skuldirnar þínar náðu ákveðni prósentu, minni við 10-12% út vegna glæpa, að þá var ekki hægt að fara í aðstofa manneskjur með gjaldþrot, ef ég man rétt. Manstu eitthvað hvernig þetta var, eða þetta hægt? Já, í raun og veru þá svona, þess að kannski alltaf að segja að það alltaf þetta heildamat, en auðvitað, þú veist, ef að skuldin bara 10 milljóna eitthvað svoleiðis og þá það eitthvað sem að kannski bara löggjafinn segir að það ekki þetta að gera því máli nema það bara blasir gjaldþrot við eða viðkomandi voru að borga þetta aldrei. En ég held ná þessum árum eins og greiðsluaðlögun og þetta embætti var sett á laggirnar 2010 bara í kjölfar bankahrunsins að það hefur bara mikið þróun átt sér stað og ég held að einmitt og ég bara segir bara, þú veist, við sem málsvari skuldar, við hefum líka okkar þekking og reynsla á að fara út í kerfin og eins og ég nefndi líka, þetta fyrst og fremst þjónustustofnun og við erum alltaf til þjónustu reiðubúin og
og bara hvernig við getum orðið að liði, það er bara númer 1, 2 og 3 að mínu mati. Þannig að ef það er eitthvað sem við getum gert til að hjálpa til, að því að þá í raun og veru sko það sem við erum að gera við erum alltaf að tala við náttúrulega erum undir félags- og vinnumarkaðsráðherra og þar erum við stöðugt að vekja athygli, bæði á þeim hópi sem kemur til okkar og eins og ég nefndi líka það er mjög mikið að gera hjá okkur. Þannig að því miður er bið sem er mjög slæm fyrir fólki í fjárhagsvanda. Þannig að við bara, ef við getum lagt eitthvað lóð á vogaskáluna, þá erum við alltaf til reiðu. Það er bara alveg... Þú ítir á Guðmund Inga nafna minn í félagsmálaráðuneytinu að láta okkur hafa skólaverðstíð. Já, hann er nú Viljum við alveg bæta eitthvað við þetta? fyrirmyndar. Nei, ég held að þetta sé bara búið að vera Bara upplýsandi 1000 þáttur. takkir fyrir komuna, þetta er búið að vera Frábært frábær að bjóða þáttur. mér, já, bara mjög gaman að hitta ykkur. Já, þá sjáumst við aftur að 2 vikum liðnum. Takk.